við ætlum að lesa næst hérna íhugun sem kemur næst, spegill verunnar. Vakningin kemur sjaldan með hávaða. Hún líkist hljóðlausri hreyfingu inn á við. Smám saman eins og birta sem leggst yfir landslag áður en sólin sest. Það er hægt að byggja upp líf sem stenst allar ytri mælingar. Hlutirnir á sínum stað, hlutverkin uppfyllt og samt vantar eitthvað. Ekki vegna þess að eitthvað er brotið, heldur vegna þess að nærveran hefur þynnst. Við lærum snemma að halda áfram, að bíta á jaxlinn, að vera sterk, að vera allt í lagi. En líkaminn tekur ekki þátt í því. Hann geymir það sem var kyngt, orðin sem var ekki sögð, spennuna sem var ekki eðlileg. Og einhvern daginn byrjar hann að hvísla. Vakningin líkist ekki viðgerð, hún líkist frekar því að eitthvað hægir á sér nógu lengi til að sjást. Að taka eftir andardrættinum án þess að reyna að stýra honum. Að finna fyrir fætinum á gólfinu, að sjá augnablikið áður en það verður á næsta verkefni. Vakningin byrjar sjaldan með yfirlýsingum. Hún byrjar í rýminu sem þú hvílir í. Spurningin er ekki hvað þarf að laga, heldur er ég hér? Ekki í gær, ekki í næsta skrefi, heldur er ég hér? Í þessu andartaki, þar sem ekkert þarf að vera öðruvísi, til þess að ég megi vera til. Og stundum er þetta þannig að okkur finnst að eitthvað þurfa að breytast og þú veist, svo við fáum einhvern meiri tilverurétt. En ef við skoðum aðeins spurningarnar hérna fyrir söguna mína, hefur þú einhvern tímann upplifað líf þitt lítið fullkomið út að utan en liðið öðruvísi að innan? Hvenær ert þú mest mætt í eigin lífi? Hvað gerir þú þegar líður illa? Reynir þú að laga það eða finna það? Þín saga. Lýstu tímabili í lífi þínu þar sem þú varst ekki alveg mætt. Hvað var að gerast í kringum þig? Hvernig leið þér innra með þér? Og það er rosalega merkilegt að stundar svona sjálfskoðun og lesa eitthvað, skrifa og þú vilt helst reyna að hafa svörin sem lengst þegar þú skrifar þetta og svo hittur eitthvað sem stendur þér nærri. Og þegar þú lest upp svörin þín, þá opnast himnarnir og þá breytist eintalið í samtal og þá verður svona allt öðruvísi súrefni sem þú færð. Þannig að það er rosa spennandi að vera brennandi.